Já, góðan dag. Eins og hún sagði þá heiti ég Hannes og kem frá Kennarasambandinu. Ég var beðinn að koma svolítið annan vinkil, það sem sagt þjónustuvefur og ætla að segja ykkur frá þjónustuvefnum sem við rekum, sem sagt mínum síðum. Bæði vinnuna við að búa hann til, ég ætla að fara stuttlega yfir helstu virkni og sýna ykkur síðan árangurinn í lokin. En Kennarasamband Íslands sem sagt félag kennara og stjórnenda í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og tónlistarskólum. Tónlistarskólinn reyndar allir í verkfalli núna, en við erum með félagsmenn, 10.500 félagsmenn og það eru félagsmenn frá því að vera rúmlega 20 sem eru náttúrulega mjög tölvuvanir og elstu félagsmenninir okkar eru 70, sumir lítið tölvuvanir, þannig að við þurfum að miða þetta að öllum hópnum því allur hópurinn eru notendur og þess vegna er mínimalismi svolítið gegnum gangandi hjá okkur eins og sést kannski á glærunum mínu. Það er ekkert sér hreyfist, það er ekkert flott, það er ekkert skraut, það er bara upplýsingar. Svona er vefurinn svolítið líka. Nú og við notum mína síður meðal annars fyrir sjóði Kennarasambandsins. Við erum í sjúkrasjóð, orlofssjóð, vinnudeilusjóð og endurmenntunarsjóði aðildarfélagana og ég ætla að byrja á nokkrum atriðum varðandi vinnubrögðin þegar við vorum að búa til vefinn. Það er mjög mikilvægt að hafa skýra sýn. Hvað viljum við fá, hvað ætlum við að gera með vefinn og þá er ég að tala um markmið, ekki leiðir. Ekki ákveða við ætlum að búa til vef sem er svona og gerir svona. Það eru forritarar og aðrir hönnuðir sem koma með þær lausnir. Síðan er mjög mikilvægt eins og hefur komið hérna fram áður að hafa góð grunnkerfi til þess að byggja. Hvernig er þitt bókhaldskerfi, félagakerfi, hvernig heldur utan félagsmenn eða viðskiptavinni eða hverju sem það eru. Og við notum DK sem er mjög gott kerfi fyrir okkur. Nú, það þarf líka þarfagreiningu, hvers vegna viljum við hlutina, hvers vegna ætlum við að nota það sem við erum að biðja og við þurfum að fá raunhæf tilboð í verkhluta. Stundum þarf að fá tilboð frá fleiri en einum aðila eins og til dæmis þegar við vorum að smíða okkar mínasíður þá þurftum við að fá DK til þess að breyta DK-un og við þurftum að fá Advania til þess að smíða vefhlutan og tenginguna þarna á milli. Og það sem var mjög mikilvægt hjá okkur var að allir aðilar koma að allir í vinnu allan tíman. Það er ekki bara keypt eitt stykki breytingar frá DK og svo frá Advani og fara að keyra það saman. Það þarf að tala saman allan tíman og það gerðum við með svokölluðum framvindufundum. Framan af hittist við kannski einu sinni í mánuði þegar nær dró þá fórum við hittast hálfsmánaðarlega og undir lokin seinustu mánuðina hittust við vikulega þar sem var farið yfir hvert einasta atriði og hugmyndum hentu og það er í rauninni eina leiðin til þess að vinna svona að mínu mati vegna þess að það er betra að einhver einn aðili sitji verkefna og orðalaus á einum fundi frekar heldur en að koma með einhvert input á næsta fundi sem hefði verið gott að fá einum fundi áður. Þess vegna verða allir aðilar að koma, það er allir tengdir, það er allir á sömu leiðin og það skiptir miklu máli. Síðan er líka mikilvægt að hafa fjárhagsáætlun vegna þess að öll svona vinna hún kostar mikla peninga. Þú þarft að vita, hefur þið efni á því sem að þú ert að fara að gera. Ekki leggja á stað og þurfa síðan að hætta kannski í miðri á, vegna þess líka að hlutir taka breytingum og þess vegna er kannski ekki síður mikilvægt að vera tilbúin að fara ekki eftir fjárhagsáætluninni. Og sem dæmi hjá okkur þegar við lögðum á stað, við vissum alveg hvað við vildum. Við vildum kerfi til þess að halda utan sjóðina, endurmenntunarsjóð og sjúkrasjóði sem hægt var að borga úr og sækja í. Við fengum ágætis tilboð þegar við vorum búin að segja nokkurn veginn hvað við vildum og mér minnir að það hafi hljóðað samtals upp á 5 milljónir. Síðan þegar við byrjuðum vinnuna og þegar fór að heyrast, já hvað gætum við ekki gert þetta, er ekki hægt að bæta hinu við og svo framvegis, þá eins og ég kalla hérna 2 + 2 eru 5. Samanlagt útkoma á fundunum var oft miklu meira heldur input af því það gerðist svo margt. Þannig að við héldum áfram og við fengum í rauninni vef sem var miklu betri heldur en við báðum í upphafi vegna sem við vissum ekki endilega hvað við áttum að biðja Þannig að þegar við hleyptum honum loksins í lofti þá var kostnaðurinn orðinn 11 milljónir en ekki 5 milljónir. 6 milljónir umfram. Þegar ég síðan skoða hvað gerir þessi vefur umfram það sem ég bjóst við í upphafi
og hvað hefði kostað að hafa fólk á launum fram til dagsins í dag, þá erum við löngu búin að fá þennan pening tilbaka. Þess vegna segi ég, verið tilbúin með fjárhagsáætlun, þannig þið viti hvað þið eruð að gera, en verið líka tilbúin að halda áfram og reynið eiga borð fyrir báru. Svo eitt atriði mjög mikilvægt, það að treysta þeim sem að vinna með, þeim bæði forriturum og öðrum sem koma að þessu. Og við til dæmis þegar við höfum verið að bæta núna við virkni hjá okkur, þá höfum við verslað áfram við sömu aðila og þess vegna líka mikilvægt að fara ekki algjörlega eftir fjárhagsáætlun ef að við fáum í staðinn að eitthvað betur unnið heldur en annars. Ef að forritarar og þeir sem við erum að kaupa eru of niður njörfaðir í fjárhagsáætlun sem að setur þeim ramman, þá fara þeir stundum ekki skrefinu lengra og gera hlutina á betri hátt sem þeir vita eða er betri. Áttu ykkur á hvað ég er að tala um. Við verðum að treysta þessu fólki, síðan þegar við fáum á tilfinninguna að þeir séu farin að bara senda okkur reikninga af því það er svo auðvelt að fá að borga það, þá bara finnum við okkur aðra aðila og tölum aldrei við þessa aðila aftur. Það verður bara að vera þannig. Nú, svo er mjög mikilvægt atriði, það er loka dagsetning verksins er þegar það er tilbúið, ekki fyrr. Við ætluðum að fara af stað með vefinn að hausti og við fórum af stað með vefinn að hausti ári seinna þegar hann var tilbúinn. En það skipti mjög miklu máli og það sem við hugsuðum meðal annars að kennari sem kemur inn á kennarastofu og segir ég var að sækja í sjúkrahúsið á mínum síðum og hvernig gekk? Jú, gekk mjög vel, það var ekkert mál, það virkaði allt saman. Þessi fyrsta upplifun, þú kaupir hana ekki aftur. Hún er bara einu sinni. Kennari sem kemur inn á kennarastofu og segir ég var að reyna að sækja hana á mínum síðum, allt í steypu, það vantaði helmingin og þetta gekk ekki neitt, það smitar ótrúlega út frá sér og það að vera að setja eitthvað í gang eitthvað dag af því það átt að koma þá og vera síðan endalaust að slökkva elda, það virkar ekki. Við höfum prófað það líka og kemur aðeins að því og eftir. Nú, þá aðeins vefinn, ég ætla að sýna ykkur hvernig vefur þetta er og það byrjar á íslyklinum sem mér finnst einhver mesta snilld í þjónustuvefum á Íslandi. Þegar við byrjuðum þá var íslykillinn ekki komin og þá vorum við með okkar eigin lykilorð sem við sendum í bankan. Það var eilíft vesen, en íslykillinn, fólk þarf að fá sér íslykillinn, það notar það í margar aðrar stofnanir og þetta er bara snilld og ekkert annað. Þegar að fólki síðan búið að lokast þarna inn, þá færi það upp spjald. Þetta er spjald með persónuupplýsingum. Við ráðum hvort þetta spjald kemur einu sinni á dag, viku, mánuði, 10. hvert skipti og svo framvegis, en þarna sé ég bankaupplýsingarnar mínar, netfengi mín og annað, annarkvort segi í lagi eða þá ég segi breyta spjaldi. Nú ef það þarf að breyta spjaldinu, þá er auðveldur innsláttarhamur, þannig náum við alltaf nýjustu upplýsingum fólkið. Þess vegna meðal annars eigum við 95% rúmlega af netfengum félagsmanna, sem gerir okkur mjög auðvelt að eiga samskipti við félagsmenn, því við erum með réttu netfengi á nánast öllum. Þannig að sjáu þennan mínimalisma sem ég var að tala um. Þegar fólk kemur inn, það sér bara þessa 4 flipa tilkynningar, orlofssjóður, endurmenntunarsjóður og sjúkrasjóður. Það þarf í rauninni ekki að sjá neitt annað. Það er ekkert verið að skemmta fólki eða neitt slíkt. Og ég ætla að sýna ykkur þessa flipa. Ég byrja á orlofssjóði og þá dettur inn á orlofsvef. Þá ertu komin inn í forrit sem heitir Frímann og er mjög gott orlofshúsa forrit. Það er auðvelt að selja þar, auðvelt að rata þar og á Frímann tengist síðan DK, bókaldskerfin okkar og þegar við byrjuðum þá spurðum við talar Frímann við DK? Já. Og talar DK við Frímann? Já. Það verður auðvelt að senda upplýsingar félagsmenn yfir í Frímann, auðvelt að senda upplýsingar sölu yfir í DK. Kerfin töluðu saman. Síðan þegar við fórum að stemma af bókaldið þá var alveg ljóst að kerfin töluðu saman en kerfin hlustuðu ekki hvort á annað. Og það var svolítið stórt vandamál vegna þess að sölutekjur skiluðu sér en það skiluðu sér ekki rétta lykla og réttindi félagsmenn skiluðu sér yfir bara ekki réttindi. Þannig að þarna byrjuðu við og fórum svo eftir á að laga, til dæmis bara eins og hvað hefur verið til nýtt vörunúmer, á að stofna það DK-megin, á að stofna það Frímannsmegin, hvernig á að synka og svo framvegis. Öll svona kerfi á að nota í pröfu umhverfi áður en þau fara út í loftið. Það er algjört lykilatriði. Nú, annars ég ætla að sýna ykkur hérna endurmenntunarsjóðir. Þið sjáu að fólk getur sótt mismunandi tegundir af styrkjum og ef það smellir í eitthvað styrkin þá fær það svona blað upp, helstu upplýsingar styrkin.
Þetta reynda mjög smátt en þarna stendur félagsmaður getur fengið 160.000 á 2 ára tímabili. Efst segir hins vegar þú getur sótt 150.000. Það af því þannig tala kerfin saman. Ég á ekki eftir nema 150.000 styrknum mínum. Kerfi segir mér það strax og reiknar út. Þannig ég þarf ekki að hringja til kennarasamband og spyrja hvað á ég mikið eftir að styrknum. Ég get séð það þarna. Ég get séð allar eldri umsóknir. Það sem við erum að vinna í núna að birta töflu þar sem sýnir hvenar losnar meiri peningur og svo framvegis. Síðan fær fólk tilbaka tölvupóst þar sem segir umsókn þín móttekin og svo framvegis og hvert númerið á henni. Þú færð þetta líka á síðunni. Þannig erum við að vinna því að þetta svar birti líka hvaða fylgiskjöl þú sendir, því þú getur sendt kvittanir með í viðhengi og við erum að reyna að búa til núna að þarna verði yfirlitið við hvað þú sendir inn þannig að það sé á hreinu. Nú saman með sjúkrasjóðinn hjá okkur, það eru bara mismunandi styrkjategundir og fólk fær sömu svör eins og voru áðan. Síðan þegar það er komið, umsóknin komin inn til okkar, þá erum við með mjög góðar upplýsingar til þess að vinna úr umsóknum. Þetta er það sem að starfsmennirnir sjá, þeir geta þarna flettu fylgiskjölunum, ef allt er eins og á að vera, þá er bara ít og tvo takka og þá er búið að samþykkja umsóknin og hún er tilbúin til greiðslu. Þetta er mikill munur frá því sem var áður. Þetta er í rauninni kerfi sem við smíðuðum á sínum tíma og tók mjög langan tíma að búa til. Hins vegar var mjög auðvelt að bæta við þetta kerfi af því grunnvinnan var svo góð og við leyfðum sérstaklega bæði DK og Advania að gera hlutin eins og þeir töldu besta að þegar við ákváðum að bæta vinnudeilusjóðunum inn í, það er stór sjóður sem við 1,5 milljarð í núna til þess að hjálpa fólki sem er tekjulaust í verkfallum. Það var mjög auðvelt að bæta við einum flip og það þeir sem sjá þann flipa er bara þeir sem er í verkfalli. Og þeir geta sótt núna eftir helgina bætur úr vinnudeilusjóði, þá bara haka þeir í, fá upp glugga helstu upplýsingar vinnudeilusjóðin, setja inn starfshlutfalli sitt, senda umsóknina og þar með getum við greitt út til þeirra styrkina. Síðan einhvern tíman leysist þetta verkfall vonandi hjá tónlistarskólanum og þá þarf að greiða atkvæði kjarasamningin, alveg svo að greiða atkvæði það hvort þetta væri verkfall eða ekki. Það tók mjög lítinn tíma að bæta þessari virkni við kerfið af því allar grunnforsendur voru almennilega unnar. Nú fólk bara smellir þá á og það er bara þeir sem er í verkfalli sem sjá þennan flipa þarna kosninga lengst til vinstri og þá fær fólk atkvæðagreiðslu kjarasamningin, greiðir atkvæði og við fáum strax inn og niðurstöður tilbúnar á réttum tíma og fólk fær að vita hvort atkvæði hefur verið móttekið. Ef það skiptir skoðun eftir kynning á kjarasamning þá getur það bara farið og kosið aftur, þá er skráð yfir fyrra atkvæði. Að lokum ætla ég síðan að sýna ykkur aðeins árangurinn. Ég vona að þið sjáu þessi súlurit en þetta er fjöldi umsókna í sjóði og skipting á milli pappírs og rafrænna. Þið sjáu lengst til vinstri 2008, síðan kom hrunið, þá fækkaði umsóknum 2009, umtalsverður aukning 2010 og allt á pappír ennþá. 2011 byrjuðum við með þetta og þá var það líka sprenging í umsóknum hjá okkur sem við hefðum ekki ráðið við ef við hefðum ekki haft rafrænt kerfi. Og þá sjáu þið fyrsta ári voru 38% umsókna rafrænar. 2012 var áfram mikil sprenging og þarna var í rauninni búið að sækja svo mikið í sjóðin að þeir voru aðeins farnir að fara að gringa á peningunum þannig að við þrengdum reglur sem skýri hvers vegna bláa súlan fyrir 2013 og 2014 er lægri en tölurnar sem standaði inn í súlunum fyrsta ári voru 38% rafrænar, næsta ár 65%, síðan 70% og núna 85% á þessu ári og þið sjáið þannig að brúnu, sinnepskulu, súluna, svolítið viðkvæmt fyrir karlmenn þannig liti. Að þið sjáið þarna 2010 hvernig hún er, svo sjáið hvernig súlan lækkar í hverju einasta ári. Þetta er fjöldi umsóknar sem er að berast til okkur á pappír og eftir 1-2 ár verða væntanlega horfnar. Þetta er gífurlegur ávinningur af þessu fyrir fólki að fá umsóknar inn, þurfi ekki byrja því að slá inn allt sem er á umsóknunum. Þannig að þetta sem ég meina með að þó að fjárhagsáætlunin okkar hafi tvöfaldast, það er búið að skila sér þarna og vel það tilbaka aftur.